Góðan daginn, ég heiti Bryndís Og ég heiti Elisabeth. og þú ert að hlusta á þáttinn Rútínur margbreytileikans. Í dag ætlum við að breyta aðeins út af vananum. Við erum að vinna verkefni í áfanga Háskóla Íslands sem heitir Algild hönnun. Við erum hérna með honum Hauki, skólafélag okkar, og við höfum beðið hann að koma og ræða við okkur hvernig hans upplifanir af tómstundun. Sæll Haukur. Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Í byrjun ætlum við kannski að fá smá kynningu frá þér. Já, ég heiti Haukur Hákon, ég er 25 ára og ég er nemandi í tómstund- og fjölbrunafræði á Menntasviði Háskóla Íslands. Ég er fatlaður, ég er með sépjulömun og það er náttúrulega alls konar hindranir í daglegu lífi sem að geta komið upp, en maður er alltaf orðinn ansi sjóaður að yfirstíga það. Já. Og ég held að það sé kannski svona stór partur að algildri hönnun að ég er alltaf hugsandi aðgengismál, alltaf. Já. En það varst þú svo fyrsti sem okkur datt í hug þegar við lásum verkefnilýsinguna þessu að við mættum gera hlaðvarp og ræða við eitthvað sem hefur reynslu af svona aðgengismálum og eitthvað þannig. Við kynntumst þér nú mjög vel hérna á síðustöðun þegar við Bryndís vorum sem aðstoðamenn nemistuðnema Í áfanga sem þú varst í. Já. Það var mjög skemmtilegur áfangi. En já, ef við bara vinda okkur í þessar klassísku spurningarna hjá okkur, veist þú hvað algild hönnun er? Algild hönnun held ég, var í rauninni þannig að hugsunaháttunum með algildi hönnun eiginlega bara að það sé aðgengilegt fyrir alla. Það sé hugsað út í það alveg frá byrjun. Já. Ég held að það sé svona aðalmálið. Þetta er ekki hið gullni meðalvegur, þetta Nei. er vegurinn. Þetta er bara algjörlega vegurinn, sko. Þetta er bara það sem er bara upp að við bara hugsa alveg út í. Þetta er eins og þetta á að vera. Já, nákvæmlega. Við höfum alveg komist að því að það er ekki. Nei, algjörlega. Nei, og það er alveg ótrúlegt sko að það er, þú veist, ef maður er sjálfur ekki með skerðingar sem að maður, þú veist, á þessu stíi eða þessu svona þannig, að maður tekur þá ekki endilega eftir þeim í samfélaginu fyrir en maður lærir það og einhver bendir á það og eitthvað þannig. Nákvæmlega. Þú veist, þannig að það, mér finnst það ekkert skrítið að, hvað maður að segja, almúrin fattar ekki hvað eitthvað getur haft hamlandi áhrif á einhvern annan hóp. Bara eins og einfaldi hlutin að opna hurð. Einmitt. Það, ég veit ekki hversu oft maður er lent í því bara, er engin hurðaropnar af þessari hurð. Þetta er bara svo einfaldur hlutur. Já, akkurat. Sem hægt er að laga. Eða hafa hurðaropnanan, þú veist, við hliðin á hurðinni, þú veist, vinstra megin við, þannig að þegar hurðin opnast og neila á hendina þeirra því þú varst að íta takkan og svo opnast hún út á við og hún opnast á þig og... Já, og maður þarf að gefa sér tíma til þess að bakka. Já. Og kannski hefur engan tíma. Ég veit eina byggingu í háskólanum þar sem hurðaropnarinn opnast og þú hefur 3 sekúndur til þess að koma þér inn. Já. Svo þungar hurðir. Já, til þess að koma þér inn. Hurðin opnast út þegar þú ert að fara inn. Já, ok. Og hefur 3 sekúndur, svo bara mun hún... Ég veit ekki eins og að ég kemur mér inn á 3 sekúndum. Nei, svo bara lokast hún á þig, sko. Já, sæll. Þannig að það er alls konar svona hlutir, litli hlutir sem maður er alltaf að pæla í. Eru rampar að þessu húsi eða ekki? Eða er eða er stíi, ringstíi eða hvað sem það nú er. Það er alls konar litli hlutir. Svo náttúrulega ringstíginn í sögu bara allt annar kapitali. Já, hann er allt annar kapitali. Og mér finnst hann sko að snúa öfugt. Það er hægri stefna á Íslandi. Ég veit ekki hvort að stíginn hafi verið byggðið þegar það var vinstri stefna. Ég er ekki búin að kynna mér það. En að labba hægra megin í stíganum, ef þú ert á leiðinni niður, þá ertu þröngu megin. Já, þú meinar. Þannig að það er... Man labbar alltaf á móti umferð. En við ætlum aðalega að ræða svona algilda hönnun og þína upplifun í tómstundastarfi. Já. Hvaða tómstundir hefur þú stundað? Ég hef búin að stunda... Hvað hefur ekki? Þegar ég var lítill
eða krakki, þá var ég alltaf að máta mig við alls konar íþróttastarf. Ég vissi aldrei svona hvað ég vildi og foreldrar mínu voru alltaf bara, hann verður að prófa allt. Jú. Verður að fá tækifæri til þess að bara upplifa þessi hluti. Ég prófaði fótbolta, ég prófaði golf, ég prófaði frjálsar, ég prófaði bogfimi, prófaði held ég svona 10 íþróttir. Þangað til ég prófaði sund. Já. Og í sundinu, þar fann ég bara fann ég bara mikið frelsi. Já. Að geta verið í vatninu, finna fyrir vatninu. Og fyrir þá hlustendur sem að vilja vita, þá nota ég göngugrind og hjólastól. Og ég get ekki staðið án þess að vera með stuðning. Þannig að ef ég þarf að komast leiða minna, þá nota ég nú iðulega alltaf göngugrindina mína og hjólastólinn. En þegar maður er komin í vatnið, þá er maður laus við þetta allt saman. Jú. Sem var svo frábært. Þarna upplifði ég bara, vá, vatnið heldur utan um mig. Hér get ég bara verið eins og hver annars. Já, bara frelsi. Þetta var bara frelsi. Og Það er bara geggjað. það var æðislegt. Þannig að ég byrjaði að æfa sund þegar ég var svona 9-10 ára og er búin að vera að æfa sund síðan. Svo var ein íþrótt í viðbót sem að ég vissi af og prófaði að fara á æfingu og það var boccia. Fór á eina æfingu þegar ég var svona 13-14 ára. Og ég vissi að vinur minn hefði verið í boccia og foreldrar hans eru að þjálfa boccia. En á þessum tíma, 2014, þá voru bara svona eldri karlar að keppa. Já. Það var enginn á mínum aldri, það var enginn nema þessi eini. Þannig að ég svona passaði ekki alveg inn í þann hóp og mamma bara, nei, þetta er ekki að virka. Þetta er bara alls ekki að virka. Þannig að við ákveðum aðeins að bíða með þetta. Þangað til fyrir 2 árum, þá fer ég aftur bara að prófa. Og þarna voru margir sem ég var nú búin að vera að fylgja í gegnum lífið. Og bara vinir mínir og ég bara, af hverju kemur ekki bara að æfa með okkur, sagði þjálfarinn svo. Var þá búið að yngja þessu Já, búið að yngja heldur betur upp. Já, geggjað. Og þetta var bara geggjað og við erum alls í stór og skemmtilegur hópur sem erum að hafa gaman í boccia. Frábært. Boccia, þú veist, ég tengi það við fatlaða. Já. Sem ég samtíðlega þegar ég fyrir húsgótið að skilja ekki akkur að það er ekki bara mainstream. Þetta er hugsað fyrir einstaklinga með fötlun, íþróttin. Já. En svo eftir ég byrjaði að æfa þetta, þá svona fann ég alveg að hvert svona viðhorf fólks til boccia var. Viðhorfið var eiginlega bara þannig að þetta væri svona íþrótt bara fyrir eldri borgara. Jú. Og það var einhver einstaklingur sem spurði mig bara, hvað, ertu að æfa boccia? Hvað er þetta að æfa? IFR? Nú, voru ekki á Hrafnistu? Bara, fáfræði. Já. Ég þekki þetta svo sem aðeins ekki frá íþróttum heldur frá því að hobbyið mitt er að prjóna og hekla. Já. Sérstaklega við nefni hekl, þá var fólk alveg bara svona svo gamla fólkið. Einmitt. Nei. Núna er ég, mjög mikill heklari, þannig að það er... Já. Nei, akkurat. Við kannski drögum bara meðalætinu niður. Ég veit ekki með mig kannski. Kannski ekki þig. Hún er sko 14 árum eldri en ég. Þannig að við nýtum okkur það sko í báðar áttir. Já. Þannig að reynsla mín að íþróttastarfi er ansi stór. Já. Ég heyri það um þetta. Ég verð bara senda hrós á foreldræðina. Ég er ánægð með að þau hvöttu þið áfram. Já. Þau hafa staðið sem greinlega mjög vel. Heldur betur. Akkurat. En og við held að þessu sko áhuga á að pröfa þó svo eitthvað hafi ekki gengið að þú veist. Já, minnst alveg frábært. Og ég var ekkert alveg til í þetta að fara aftur í boccia. Ég væri kannski bara að fara í sama farið og mamma var bara nei. Þarna eru bara félagar þínir. Þú veitir hafa svo gaman að þessu. Ég var alltaf svolítið svona tvístígandi. Ég veit ekki hversu oft mamma suðaði í mér. Kíktu núna. Gefðu þessu sjens.
Mætt prófa einu sinni. Ég skil samt alveg hikið samt sko, Já, þegar maður af því að maður pröfaði prófaði þetta. og líka bara finna sig ekki í félagsskapnum. Þú veist, félagsskapurinn svo stór partur af Það er þessu svo sko. stór partur og þarna er fólk á öllum aldri Já, og akkurat. bara myndast bara mjög skemmtilega og góðu vinatengsl og Já. En alltaf gaman. eru einhverja tómstundir sem þú hefði viljað stunda en hefur ekki getað það vegna aðgengis? Svo þurfum við að hugsa út í það. Ekki sem er dettur í hug, sko. Kannski Alla- erfiðar að stunda Það er eða erfiðara. þú veist, fjárhagslega eða eitthvað svoleiðis. Já, og aðgengi þá líka bara, þú veist, uppsetningu æfingarna og Já. þannig Já. sko, ekki Ég endilega held bara. svona að sterkasta dæmi um þetta var þegar ég prófaði fótbolta. Já, Það voru sem sagt fótboltaæfingar fyrir fatlaða ok. í Garðabænum og þetta var ekkert að sérstaklega skemmtunan tíma, þetta var alltaf klukkan 10 og laugardagsmorgun. Það Já. var ekkert eitthvað mjög heillandi, sko, Nei, akkurat. heillandi tími. En svo voru æfingarna bara þannig, þetta var allt svo skrítið. Jú, við fengum búninga og vorum í búningum og æfingum, en það voru sjaldar sem við fengum að sparka í bolta. Annars voru þetta eiginlega bara einhverjir, Það var verið að Bara taka ekki- mynd bara, Ha? var bara verið að taka mynd eða, annars voru þetta eiginlega bara einhver svona þrautabraut eða eitthvað svoleið, skilur. já, ok. Einhver svona hópefli. Já. Og þú veist, það voru húllarringir á vellinum og keilur og við vorum bara, þetta tengist ekkert fótbolta. Nei, En- þannig ekki, Og það var alltaf að tala um að þetta væri sko uppbytun. En meiri hluti æfingana var eiginlega bara uppbytun. Þetta var ekki fótbolti. Sko, ég hef alveg þekkt þessa uppsetningu, sko, já, í fótboltum hjá bara börnunum mínum, þú veist, litlum krökkum. Og þá er þetta bara, þú veist, já, svona þrautabraut gaman og jú, þetta eru svona kennir svona sem alveg grunn dæmið í. En svo var alltaf ein stöð þar sem að þau voru skipt í lið og það var spilað, þú veist. fengi að snerta bolta. Þú veist, þetta var alveg mikilvægt, en þetta var bara mikið. Já. Og þegar við áttum svo að fara að safna hvolpa og kísumyndum, þá var ég eiginlega bara, þetta er ekki að ganga. Má ég spyrja hvað þú skamall? Ég var svona, Eldri en 10? allan svona 10-11 ára. Já, ok. En þarna var maður strax samt á þessum aldri fann að fatta, þetta er ekki fótbolti. Já. Nei, já. Ég skráði mig hérna í fótbolta. Mhm. Það er ekkert verið að fara mikið í grunnatriði í fótboltanum. Nei. Þannig að ég bara, nei, þetta er ekki að virka. En tómstundir eins og bara, þú veist, já, að vera út í náttúrunni, þú veist, eins og þú veist, var, ef við tölum kannski aðeins bara hérna áfangan sem við vorum saman í hana í fyrra, Já. það var svona útivistar áfangi Já. og mér fannst þann mjög skemmtilega settur upp út og það var alveg mjög mikið sett inn á það, þú veist, aðgengi fyrir alla í öllu og bara finnum lausnir að öllu, eða þú veist þannig. Og ég viðurkenni alveg, þetta er eitthvað sem ég hafði ekkert mikið pælt í áður, en þessi áfangi opnaði augum mín rosalega, sko. Algjörlega, og þegar ég skráði mér en áfanga þá er ég bara, ok, hvað er ég núna að fara út í? Af því að sko, þegar maður er fatlaður, þá er maður ekkert svo mikið úti. Nei. Maður er ekkert mikið, þú veist, maður er ekki að fara á fjöll eða maður er ekki að fara í þessar gönguferðir. Þannig að þetta er bara risa áskorun fyrir mig. En ég hugsaði, þetta er bara frábært tækifæri. Ég veit þetta verður bras, en þetta verður pottitt gaman. Svo er ég með fullt af fólki til þess að aðstofa mig. Þetta er bara stórt ævintýri, sko. Ég meina, sko, nú kláraði ég björgunarsveitar nýlega prógram fyrir 20 árum pluss og ég man ekki eftir ferðunum sem allt gekk vel. Nei. Ég man eftir ferðunum þar sem að veðrið barði okkur til óbóta. Ég man eftir ferðunum þar sem að, þú veist, rúlaði niður hálfa fjallslíð eða eitthvað. Þetta eru ferðunar og þetta er í dag, þú veist, ég vil þetta bara það sem ég finnst gaman. Já. En að, þú veist, ef það er ekki bras, þá er það eiginlega ekki þess virði. En líka, skil þig, en ég fann það líka bara að það var aldrei einu vandamál. Já, þú veist. Það var alltaf Bara- hægt að finna bara lausn á lausnir. öllum málum. Já, þetta var ekkert hugsálega bara, þetta er svo mikið vesen, Nei. við þurfum að redda þessu eitthvað þannig, hann bara, áskorun, Já. við skulum redda þessu. Við rættum þessu, ok, við erum að fara núna á Ölfusvatn. Það er, Úti. ok, við erum að fara að vera úti.
það alveg brekkur og þetta kannski svolítið erfiður rampun og við rettum þessu. Við hverju bjóst þú fyrst þegar það var sagt að við vorum að fara til Úlfarsfjall? Við hverju bjóst þú að við myndum vera? Ég hafði náttúrulega aldrei farið á Úlfarsfjall áður, þannig að mörgum finnst erfitt að sjá fyrir sér hluti sem þeir hafi ekki farið, eða staði sem þeir hafi ekki farið á áður, en ég hafði farið í Vatnaskó. Ég hafði farið á þessi stað, ég hugsaði þetta nú örugglega eitthvað svipað. En svo þegar maður mætti á staðinn, þá hugsaði ég bara, veistu, þetta er ekkert svo ræðilegt. Þó ég þurfa að labba hringinn í kringum húsið til þess að komast í matsalinn, af því það var bara hringstíi niður í matsalinn, sko. Mér fannst þessi stíi ekki eins og skemmtilega, sko. Nei, hann er þröngur og hann er pínu brattur. Það var heldur ekki neitt handrið. Já. Nei. Eiginlega ekki. Það er hálfan stigan, minnum mig. Ég held að neðri parturinn á stiganum með handrið. Já, var það? Ég man en efri parturinn held ég ekki. Nei. Ég man ekki alveg hvort það var, sko. En það er allan að það bara öðru megin ef það er, sko. En, já. En þannig, já. Þannig að, já. Já, við vorum heppin þetta með veður, þannig að þú varst ekki í slagviðri að labba hálfa hringinn. Nei, einmitt. En ég man, sko, þegar ég var í fyrstu ferðinni, fórum semst í 2 ferðir. Já. Í fyrri ferðinni, þá, keyrum við á staðinn og undan einhver, þið fóruð í rútu, en ég var aðstofamaður minn við lægum á stað. Svo vorum við komnir og við biðum bara fyrir utan. Já, við erum langt á undan þeim, sko. Við erum bara ansi fljótir. Svo bara biðum við bílnum, fengum okkur nesti og svo bara leið tíminn og við bara, hvar í ósköpunum fólkið? Ég hef strax samband af því við vorum veldig búin að sitja í bílnum í svona klukkutíma. Þá vorum við einhvers staðar allt annars staðar hinum megin við. Já, þau voru ekki hjá skálanum. Já, við vorum ekki hjá skálanum og bara biðum. Ég held með þess að Kobbi kennari hafi verið byrjaður með fyrirlestur. Jú, ég held að Kobbi hafi líka verið byrjaður að pæla alveg bara hvar eru þið? Já, hvar eru þið? Hvað er í gangi? Þetta er svona, þetta er kannski ein óvissan. Ég veit ekki hvar maður á að koma á stað, hvar maður á að fara upp á húsi. Ég veit ekki hversu oft ég verið að fara á einhverju staði og gleyma að hugsa eða spyrja hvar fyrir ég inn. Jú, akkurat. Og er það bara Þannig að það hefði alveg mátt vera að tekið fram hana og það ég veit að voru alveg fleiri en þú sem að komu á einkabílum, sko, voru ekki margir, en við komum til dæmis á einkabílum, en ég náttúrulega þekki svæðið mjög vel, en ég vissi hvert ég var að fara. En fyrir þá sem eru að koma hann í fyrsta sinn, það hefði alveg verið fínt ef það hefði bara verið sett, þú veist, bara pínu kort eða bara svona skjáskot af svæðinu og alveg bara við ætlum að hittast hér, rútan minn koma, þú veist, hingað. Bara, þú veist, þetta eina litla, þú veist, ábending, en, þú veist. Það var alltaf eina sem maður var ekki viss með, svo var þetta bara ekkert vandamál. Nei. En var hann talandi aðgengi. Vissið þú fyrirfram af trillitækinu sem að Kobbi kom með sem blasti við mér þegar ég sá rútuna? Heyrðu, þetta er svo skemmtilegt. Eða var það bara þegar þú mættir? Nei, vegna þess að held ég bara annarkvort viku fyrir ferðina eða 2 vikum, það ekki skiptir ekki máli, þá fengum við fyrirlestur hjá einni stelpu sem hafði mitt verið að gera lokaverkefnið sitt útivist og aðgengismál fyrir fatlaða. Og hún nefnir þennan stól í lok fyrirlestursins. Og ég hafði reyndar heyrt af þessu áður vegna þess að ég hafði séð svona tæki áður. Og fyrir hlustundur þá munum við hlekkja ein myndband af honum Hauki á trillitækinu á Ólafsvatni. Þetta trillitæki heitir Exoquat og Ég get aldrei muna hvað ég veit það. Ég veit ekki hversu oft ég verið að skrifa þetta og ég bara, nei, nú er ég að skrifa þetta bandvillist. En ég hafði séð þetta einu sinni áður og þegar að fyrirlesturinn hann í tímanum er búinn, þá ljómar Jakob svo mikið. Hann ljómar svo mikið, hann bara, við verðum að fá þetta, við verðum að fá að leigja þetta, við verðum að prófa þetta í þessari ferð. Ertu game? Og ég bara, já, ég er til, en ég hugsaði bara... Nei, ég vil ekki svona. En ég hugsaði, þannig maður ekki prófa þetta. Það var að fyrsta sem ég hugsaði, ég hlýt nú að þurfa
fara í gegnum eitthvað. Þetta er okkur svona, þetta Nei, er kannski svona hálfu þrepi fyrir neðan fjórhjól, Já, þú veist. ég var mjög spennt. Þetta er Ég var- svona, þetta er extreme go-kart bíl. Ég var mjög spenntur fyrir þessu, Ekki eins og en á go-kart. sama tíma var ég bara, heyrðu, þarf ég ekki eitthvað aðeins að kynna mér þetta fyrst? Og hvernig er öryggisbúnaðurinn og allt þetta? Ég var alltaf bara komin í þessar pælingar. Og nema hvað, svo líða dagarnir og ég gleymdi þessu. Ég gleymdi að værum að fara með þetta. Og ég bara í mínu hugsunarleysi, ég tók bara minn rafmagnshjólastól í bílinn og bara setti allt af stað og lagði svo af stað og fer upp í háskóla. Og Kobbi kemur bara, Haukur, ertu búin að gleyma? Ég bara, gleyma hverju? Exopatinu maður, og ertu ekki búin að segja fortíðinu frá? Já, ups. ég var búin að steingleyma þessu og ég hugsaði, ég hef bara stólið myndi vara ef eitthvað gerist. Já, ég bara, Ég hreyfði hann ekki. Nei, Nei. já, Hann bara var í bílnum. bílnum alla ferðina. já, Það var rafmagnshjólastólið minn, ekki hjóli. Já. Ég var ekki hjólinn endalaust, bara ef það skyldi verið einhver misskilningur. Já, En, já. já. Nei, Þetta ég held var- að þetta hafi verið bara sko, líka fyrir alla hina nemyndun, ég held að það hafi verið mest spennandi parturinn af ferðinni. Já, Þessi, og bara um leið og ég settist á hjólið, þá fann ég bara, vá, hvað þetta er gaman. Það var svo mikið frelsi. já. Og þarna bara var ég að stýra sjálfur og þetta var bara, mér fannst bara eins og ég væri bókstaflega bara komið með bílpróf. hver, Já, ef ég mætti spyrja, ef að þú myndir fara með, þú veist, ég gerir ráð fyrir að rafmagns hjólastólinn þinn, að hann er náttúrulega ekki torfæruhæfur, Nei, ég alveg er búin að Að- kynast því. að hérna, þú veist, þegar þú settist í þetta, fannstu strax öryggið, þú veist, að þú myndir geta farið í misfellur og þú geti farið í, eða varstu, Það tók tíma. Ég var mjög stressaði fyrst, sko. Þú Já. varst mjög skeptísku fyrst Ég á var þetta það. apparat, sko. Og eins yndislegur og Jakob það var ég að stundu bara, ég er ekki í lagi með hann. Því hann vildi strax setja mig bara einhverja algjöra aksjón. Heyrðu, farðu hérna upp á hennan pall þarna. já, Já. Það sem alveg sagt er- rétt. Þannig að það sem sagt er- jafnvægis- Já, það er sem sagt brettið. á Ólafsvatni þá er svona jafnvægispallur. Það sem að krakkar eru svona, sem sagt fara upp á hann og eru svo að þjála sig í að halda jafnvæginu. Þetta er svona hópvinnu Já, dæmi. hóp- Það er hópvinnudæmi. plássið svona 20 manns eða eitthvað upp á, en Já. þannig að fólk svona pínlítið gerir sig grein fyrir stærðinni, en Einmitt, og þetta er bara eins og fleki og þú þarf að halda flekanum beinum já, ná jafnvæginu. á jafnvæginu og komum bara, heyrðu Haukur, keyrðu bara hann upp á. Ég bara, ertu viss? Ég var svo smeykur. Fyrsta sem mér datt í hug þegar hann sagði þetta var samt sko, var alveg bara, þú veist, ég hafði engar ágjör að þú myndir komast upp á pallin sko. Ég hugsaði samt alveg bara, ok, þetta er sami pallur og búin að vera hérna síðan ég byrjaði í skátastarfi. Já. Erlega, mun hann Já, mun hann gefa sig? þyngdin að þér Já. gefur upp. Já, af því þetta er alveg þung. Þetta er þungræði, sko. Já, Og ég ok, við skulum bara láta kýla á þetta. Heyrðu, þetta gekk. þetta gekk. Þetta gekk alveg svakalega vel. Og og ég hugsaði bara, vá, þarna eru möguleikarnir. Hérna getum við gert hvað sem við viljum. Þetta tæki er bókstaflega hannað til þess að fara út fyrir ramman. Mm Þetta er bara geggjað. Og var það sko þegar þú mættir þarna og pröfaðir tækið, fannstu alveg mun á, þú veist, fannst þér það opna fyrir þér alveg bara ég mun geta farið í löngu gönguferðunar, ég mun geta farið í, þú veist, það var planað þarna einhver skóarferð, það var reyndar síðan ekki farið í hana, en þú veist, að eitthvað sem þú hafðir ekki endilega hugsað að þú myndir geta tekið fullan þátt í, að þetta myndi, veit að er, Algjörlega, þetta bara breytti öllu. Bara viðhorfum mínu til útivistar. já, Og svona ef ég fer aðeins aftur í tíman, þá fyrir 10-11 árum, þá bauðst mér það tækifæri að fara upp á Esjuna í einhverjum svona sérstökum stólum, einhverjum frönskum hjólastólum,
Þessi stólar voru bara á einu hjóli og svo voru bara aðstofamenn að bera upp. Já. Þetta var sem sagt í tilefni stóramælis hjá öryggismiðstöðinni Mhm. og þetta var svo mikil upplifun fyrir mig að fara þarna upp á Esju með hennan flotta hóp á þessum stól og ég hugsaði þetta langar mig til þess að gera aftur. En hún eru liðin 10-11 ár, ég hef ekki gert það síðan, Nei. en þarna hugsaði ég þetta er tækið. Exoquadin getur gefið mér það tækifæri að fara aftur upp á fjöll, fara á ótrúlegustu staði. Mhm. Og gera það sjálfstætt líka. Já. Og þó svo, er þetta ekki svona þar sem að hinir stólarnir var þetta ekki svona þar sem að er síðan sett utan mittið á þeim sem að, þú veist, ber upp? Jú, Þú veist, ég hef séð myndbönd af því, þú veist, svoleiðis. eitthvað svona, þú veist, Já. en þá þarf sem sagt aðstofamann Já. með þessu, en exoquatanum að þá náttúrulega ertu bara Það væri bara sjálfstæður. Það er bara sjálfstæður og Þarft Gæti aðstofnandur að farið- komast í græna og Já. úr henni en annars Já. gæti þú bara annars sagt gæti ég hverju bara séð þetta farið út um klukktíma allt. eða Já. Já, bara Þrjá. sólóferð. Og ég fann það bara að hérna það voru allir sem voru bara þú veist að þetta sé mögulegt Já, og þarna fannst mér ég ekki vera neitt sko heftum neitt nei. þarna fannst mér ég geta tekið virkan þátt. En þú varst, og þegar þú varst eitthvað tímann, ég menna, þegar við fórum hann í göngutúrin, Já. við fórum aðeins út af slóðanum og þú varst pínu skeptískur og nú man ég ekki hvað aðstofamæðurinn akkurat heitir, en Hann heiti Arnaldur. Arnaldur, Addi, Já. alveg rétt. Já, Anni. Anni fyrir ekki, já, Já. og við vorum bara sikkur með við stólina því þetta var, við verðum aðeins að stiða við stólina þannig að hann fær ekki að, Einmitt. myndi ekki tipsa á þar að hliðina Já, já. Akkurat. en þarna komst þetta. Þannig komst ég. Og þetta var bara, en ég man samt, og svo ég bakki aðeins hérna, ég kveikti ekki á perunni þegar að, þú veist, þú varst að prófa græjun og varst svona mjög skeptískur en bara á bílastæðinu Já. í fyrst, að þú væri náttúrulega ekki með bílpróf. Nei. Þarna var bara, þú veist, þessi algengu hugsun eldrum 17, þú veist, bílpróf. Ég veit það. En en svo, þú veist, fattaði ég bara, já, ok, nú skil ég hann alveg, Já. þú veist, þetta er bara fyrstu ökutímanars og þeir eru hendt Já, út í já, líku svona hálku svolítið þannig. og snjókom eða, það var endur ekki svo list Nei, það var ekki þannig, en örgulega sama. svipið upplöfun. Þess vegna var ég alltaf að pæla, þarf ég ekki einhver að prófa á þetta. Já, Þú veist, af því að ég reyndi að læra á bíl já. og þá var það svona bíl með handstýrið búnaði, Mhm. en eftir svona tíma þá fattaði ég, að við föttum það, að það bara kom í ljós að ég var ekki að ráða við það. Ég var ekki nógu sterkur í höndunum, en ég upplifði það ekki sem höfnun, af því ég veit að þetta getur verið ótrúlega erfitt fyrir fólk sem að hefur kannski dreymt að keyra bíl og fá frelsið. Ég upplifði það ekki þannig, því að ég ákvað bara að snúa þessu við, bara keypti mér minn eigin bíl og bara svona stóran þess að ég geti tekið hjólastól og væri bara með aðstofmann til þess að keyra. Ég fann fyrir sama frelsinu, Já, en það var öðruvísi frelsi að upplifa á hjólinu að því þannig var ég að stýra. Þannig er ég að stúði hvort þú ætlaðir að, Já. hvaða leið þú ætlaðir að fara og allt Þarna sem gat ég þurfti bara ekki að segja ákveðið. neinum. Ég þurfti ekki að segja neinum frá því. Já, Og það var svo gaman líka að ferðin var 1000 sinnum skemmtilega, ekki bara fyrir mig, heldur líka fyrir alla aðra. já, já, já. Það voru allir sem vildu prófa, það voru allir sem voru svo spenntir yfir þessu. allir voru líka bara svo ánæðir líka bara fyrir þína hönd Já. að fá að upplifa þetta, sko. Já. Og það Ef ég- var svo, Já, en þú veist, eins og ef ég hoppa aðeins inn í vídeoið, þegar þú segir frá því í vídeoinu, í vídeoið var tekið þarna í snjódeginu mikla í október, enda október Já. í fyrra, 25, Já. og þetta hefði vanlega verið dagur sem þú verið fastur inni heima hjá þér. Já. En þarna fóst þú bara og spændir upp hverfið hjá þér, Algjörlega. nokkurn veginn. Þegar að kopikennari, eða kopik-K, sem svo hann, Já, ég elskar að kalla hann þetta, þegar hann fyrir að kynna þetta verkefni sem við áttum að gera og hann kynnti fyrir okkur 4 leiðir, við máttum taka upp hlaðvarp, stuttmyndi eða eitthvað eða kanna nærumhverfi eða eitthvað, þá var ég bara svona að hugsa, hvað ætti ég að gera? Svo bara fattaði ég,
halló, ég að upplifa algjörlega nýjan heim, af hverju ekki bara vinna með það? Nákvæmlega. Og planið var sem sagt að leigja hjólið og fara upp á Ólafsvöll. Já. Það var planið, uppalega hjá mér. Bara einmitt, fara út í óvissuna. Svo bara eins og lífið þá bara Hendir í manni smá snjóboltum. Já, þá bara var allt inni komin appelsínugul veðurviðurinn og við vorum bara, og svo hugsaði ég, nei, Haukur, ekki bakka út úr þessu, þú ert að fara að gera þetta, þú ert bara í þínu hverfi, þú ert að fara að prófa stólinn, þetta tækifærið, annars myndi aldrei gerast. Já. Þannig að bara ég fór út í þetta og ég var úti í 2 klukkutíma Að leika þér í snjónum að leika með snjónum og tók með mér heitt súkkulaði og bara gerði bara alveg úr þessu. Fullkomið. Það var ægilega gaman en svakalega var þetta erfitt þegar þessi 2 tíma voru liðnir og maður var að keyra heim. Ég var bara með snjóin bara á með öllum að því að það ekki, fólk gerir sér ekki grein fyrir því að, fólk að hlaupa og labba og velta sér í snjónum. Seima sig. Ég sit í stól allan tíman og það bara snjóaði það mikið að ég bókstaflega bara týndist í sætinu. Varstu snjókall? Ég var snjókall, bókstaflega. Varstu ekki í kuldagalla? Jú, ég var í galla, en snjórin var bara svo mikið að og pabbi var alltaf að segja mig, Haukur, þú var að láta mig vita ef ég átti staðir. Ég bara gleymdi því algjörlega tilfinningu fyrir því. Það var gaman. Það var svo gaman. Þegar það er gaman, þá bara gleymir maður að... Nei, líka bara ef þú ert ekki vanur að vera í snjónum og þú fattar ekki, að líta niður einstaklega sinnum alveg bara, heyrðu, maður er bara með athyglinna á veginum, hjólinu, skipta gír, já, keyra, ekki festa þig. Ekki festa mig. Og í þessu vonda veðri, ég var að keyra upp á hóla og ég var alveg að gera hlutina sem ég myndi gera ef ég væri upp á fjalli, skilur. Akkurat. Ég fór á einhvern leik ég held að bara viðguðin hafi bara vitað að þetta væri dagurinn sem að þú ætlaðir að gera þetta verkefni. Og alveg bara, nei, upprunalega planið, það er ekki nógu gott. Nei. Við þurfum aðeins að fá mér að fótt í þetta. Gefum honum tækifæri og pröfa þetta í nýföllum snjó. Gjörðu svo vel. Já. En líka, náttúrulega af því að þetta var eitthvað sem þú varst ekki vanur að upplifa og þú nefnir í vídeóinu að sem krakki að þá sast þú inni meðan hinn börnin voru úti oftast nær mikið til. Já, og ég man það bara þegar ég var í grunnskóla að það var rosalega mikil snjór. Þá var það eiginlega bara þannig að ég þurfti að vera inni. En þá höfðum við það þannig að ég væri auðvitað með einhverja með mér, þannig ég var alltaf með einhverja 2-3 nemendur með mér, einhverja vini mína. Já. Þeir voru alveg til í það. Já. Ef þetta var algjörlega ófært og ef það var mjög mikið slagur, þá bara voru allir krakkarnir hafðir inni, En það var samt alltaf reynt að hafa mig sem mest út í frímínútum þegar það var snjór. Ég var með stóran rafmagnsstól, svona tragg sem svo þetta heitir. Hann gæti alveg komist mjög langt og svo leið, Okay. En það voru alveg takmörk fyrir því. En skólinn var alltaf að reyna, hvernig getum við haft skólastarfið mest inngildandi og hættir. Það er náttúrulega bara frábært. Já. Það er ekkert alveg, það er nefnilega, var ekki sjálfsagt. Nei. Það er mjög margir sem bara... eins og ensku, computer says no. Já, og mér finnst þetta í dag, þetta er ennþá svona í dag, við erum bara ennþá með hennar gamla hugsunar átt í miður og það þarf að breyta því. Já, en ein góð spurning sem að kemur heldur þú að lögfesting Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks muni auka aðgengi að tómstundum? Klárlega. Ég held að það verði svona hugsunarbreyting á því og ég get bara sagt þér það að ég held með þess að við höfum verið komin úr seinni ferðinni Ólafsson þegar samningurinn er lögfestur. Já, hann var nóvember allavega því leið og ég var búin að vera að
sigra heiminn á hjólinu, þá allt í einu annar sigur til þess að gleðast yfir. Já. Og þú veist, mér fannst þetta vera einhvern veginn svona örlög. Ok, Já, bara, kannski fólki að sjá mig allt í einu á tækinu. Herru, þurfum að lögfesta þetta núna. en svo er önnur innan spurning. Í fullkomnum heimi, hvernig væri drauma útivistarsvæðið þitt? Já, Það þarf ekki endilega að vera mölin eða þú veist, eitthvað svoleiðis heldur líka bara tækin á svæðinu eða eitthvað, ég veit ekki. ég myndi hafa það þannig að það væru góðar hellur, engar misfellur, engin steinar, bara slétt, samt með brekkum ef maður vill rúlla sér og svo eru til sérstakar rólur fyrir hjólastóla. Ég vinni í sjömbúðum í Reykjadal og við erum með eina svona rólu á okkar vinnustað og þetta er svo vinsælt og þetta veitir eins og mikið frelsi og bara vera með meira úrval af leiktækjum sem eru hugsað fyrir fatlaða. Það þarf að bæta meira við, sko. Algjörlega. Nóa bekkjum, þú veist, fólk þarf að setjast niður. Þeir verða að vera aðgengilegir, samt. Jafnmarga bekki og jafnmarga ruslatunni. Já, bara eins og Segir hundamamma. allir eru að tala já. Já, ég er svona, velið því. Já, Það er, og það er alveg sko, þú veist, ef maður sér fyrir sér, þú veist, svona svæði, þú veist, þó svo við myndum bæta við hjólastóla, rólu eða eitthvað þannig, það myndi ekki endilega taka því að það myndi þurfa að taka allar hinar rólunar úr. Nei. Það að það sé, þú veist, jafnt undirlag, þú veist, undir öllu, þú veist, þess vegna geti verið þessar gúmmímottur sem er hægt að steypa út allt núna. Þú veist, jú, það er kannski aðeins erfiðar að rúlla á þeim á hjólastólum heldur en steyptu. Ertu að tala um það á gummimóttum með gati? Nei, sem eru með svona á leiksvæðunum. Þetta er stundum Líta fötin hjá börnunum. Já, það er hægt að steypa þær, þú veist, Ég held ég veit ekki hvað vera þú bara mottur, þú veist, þannig að það sé alveg slétt undirlega, þú veist, þannig og þú veist, þá er ég hugsa, sko, þú veist, ef að allt er, þú veist, ef það eru klífiturnar eða eitthvað þannig, þú veist, þá er þetta svona, þú veist, dempar ef eitthvað er dettur, sko. Já. Við höfum mikið notað líka bara, þú veist, í sundum núna, þú veist, svona gólf, sko. Einmitt. En líka bara, þú veist, að vera með líka, aðgengilega kastala, þú veist. Já. Ég veit ekki hvað sem oft mann hefur langað að fara ykkur svona kastala og svo bara, nei, ég kemst ekki. Það eru bara stigar. Bara stígar eða klífur. Hefur þú pröfað samt kastalan í dýragarðinum? Hússtrykanum? Já. Já, ég hef alveg prófað hann, sko. Mættur að fleira því. Já, hann er þokkalega aðgengilegur, Hann er fínn, En ég sko. held að hann sé Já, svo það. eini sem að ég veit hverjum, það er stór rampur Já. upp hann, sko. Já. Ok. Ég svo sem ekki horta á hann með þeim augum. Ég hef bara horta á hann, hvað er barnið mitt? Já. Næst þegar þú Ég- mætir þangað, mættu með þroskaþjálfaugun. Já, ég skal. Ég er alltaf með þessi augu. Ég hef ekki farið held ég hafi ekki farið í hústrykanum síðan að ég byrjaði þroskaþjálfa náminu. Þannig að ég er greinilega með við, Ok, þú ert afsökuð. já. Ok. En bönni mín eru þær eru 10 og 12 og þær eru alveg bara, hvernig fyrir við í hústrykanum aftur? Ég alveg, eru þið ekki orðnar gamlar? Greinilega ekki. Okay. Hvað eru Nei. það gamlar? Þær eru 10 og 12. Þannig að, Já. en ég er fegin ef að þær eru ekki orðnar og gamlar, sko. Ég hef ángríns farið einn í hússtrykanum bara á hjólastólum bara til þess að fá einhverja tilbreytingi í lífið. Já, Ég fæ líka frítt. Næs. kostur. Það er kostur. Þannig að, Já. En þú veist, þannig að það er samt alveg dæmi aðgengilegan kastala á Íslandi. Hann er samt, já. inn á svona lokuðu svæði, sko. Ég reyndar Auðvitað. hef ekki farið í gegnum hann alveg allan, sko. Þú veist, en Nei. þú kemst allan upp í hann og kemst niður aftur með rampinum, sko. Svona í grófum dráttum og þá finnst mér að það ætti að vera bara þessi gott svæði, engar misfellur á gangstétt, einmitt aðgengilegi kastalar, rennibrautir og trampólín. Það þarf að vera meira því. Hoppulín. Vegna þess að ég veit ekki hvað svo oft ég hef verið með krökkum og bara, hvað er þetta með mér á trampólínu? Nei, ég get það ekki. Nema aðstoð.
og ég er eiginlega hættur að fara á trampolín eftir ég svona hálf slasaði mig á trampolínu því ég var 13-14 ára sko. Já. En það eru mörgu sem er skaman að fara á trampolín og þá verður að vera aðgengilegt. Þá hvað niðurgrafin og... Já. Og aðeins stærri heldur en bara þessi litlu fermeters Já, sem eru fyrir í skólalöðum núna. Ef þú ætlar að vera með aðstoðamann, þá verður tveir að komast á það sko allana. Já. Það er, já. Það getur verið. Það er alveg lausnir hægt að finna á ýmsum sko. Algjörlega. En ég veit alveg til dæmis að mínir fullfæri krakkar ef það væri, þú veist, já, svona jafnslétta og bara, eða svona jafnt undirlag þó svo séu brekkur og þú veist, eitthvað þannig, þú veist, ég veit að krakkunum mínum myndi finnst bara gaman að hlaupa um það og upp og niður og eitthvað þannig, þú veist, þetta þarf, þó svo maður sé að hugsa það, þú veist, að gera það aðgengilega að öðrum, þá þýðir ekki endilega að maður sé að taka töfrana af öðrum, sko. Nei. Og ég held að það sé aldrei eitthvað sem að samfélagið er sem tækt og rólega að átta sig á. Já. Algjörlega. Ýmislegt sem að við orðið bara daglegt líf núna hjá okkur sem var ekki, þú veist eins og texti á sjónvarpsþáttum. Þetta er náttúrulega var hannað fyrir heyrnarskert fólk og náttúrulega, þú veist, þetta er ekki það rampar sem eru bara, þú veist, út á götu. Við gangstígar, þú veist, bara líka beint út á götu, bara svona slétt út á götu. Þetta er náttúrulega hannað fyrir fólki í göngugrindum, hjólastólum og eitthvað, en þetta gagnast mjög mörgum. Það heitir ekki rampur, ég man samt ekki hvað það heitir. Nei, ég sé þetta fyrir mér, en ég man örugglega eftir þegar ég komin út í bíl. Já. Þetta tala bara svona slétt. Ég bara þegar maður kemur á gangbrautarljós og eitthvað, þú veist, þetta bara, í staðan fyrir að það sé kantu niður, þá er það komið afleiðandi. Já. Þú veist, bara við alla gangbrautirnar og innkeyrslunar, þú veist, það er bara svona... Það er ykkur að öskra núna ef hann er hlusta á hlaðvarpið. Bara, það heitir... Eða bara hlæja að okkur. Já. Hvað er þetta? Þau ættu nú að vita þetta. Já. Við veitum svo lýsandi samt. Við veitum heitið öllu, nei. Nei. En já. Palli. Já. Ég held að við séum bara komin að lokum í dag. Já, ekki nema að segja eitthvað sem þú vilja bæta við. Já. Ég bara, þú veist, ævintýr eru alls konar og bara verið með opinn hug við allt. Frábært. Þetta eru góð lokaverð. Já. Það er frábær lokaverð. Herru, þá segjum við bara takk fyrir. Takk fyrir mig. Takk fyrir komuna. Og við hlustundur, við heyrumst vonandi aftur. Eftir ár. Nei. Nei, vonandi styttra hennar. Herru, takk fyrir okkur.